Þetta mót getur ekki farið fram úr kostnaðaráætlun frekar en að karlmaður getur eignast barn. Þetta það sem að borgarstjórinn í Montreal í Kanada sagði fyrir Ólympíuleikana 1976 og þið getið einar svona hvernig þetta endaði allt saman vegna þess að þessir leikar enduðu á að kosta 4-falt meira en upphaflega var áætlað. Og þetta stutta útgáfan, ef við værum hér með fræðslufund sem héti fjármál stórmóta í íþróttum, þá væri þetta stutta útgáfan. Það virðist vera ofsalega erfitt að halda fjárhagsáætlun, alltaf kostar þetta gríðarlega mikið. En við ætlum hér aðeins að fara yfir heimsmeistaramóti í fótbolta, ekki bara einhver ólympíuleika, reyna aðeins að átta okkur á því hver borgar, hver græðir og hvað snýr upp og niður í þessu öllu saman. Og ég ætla að fara yfir það helsta hér og eftir að þá munu knattspyrnu góðsagnirnar Hermann Hreiðarsson og Guðmundur Benediktsson slást í hópinn hérna upp á sviði og við ætlum aðeins að ræða málin og þið stökkvið endilega inn með umræður eða spurningar eða athugasemdir ef einhverjar eru. En í Montreal á sínum tíma var þetta rosalega gaman og hér er Drapeau borgarstjórinn með ólympíuleikvanginn sem að reyndi síðan vera algjörlega ómögulegt að byggja. Það átti að halda á þakinu með einhverjum vírum og þetta gekk ekkert upp og allt fór yfir en þetta hefur verið normið. Það hefur aldrei gerst undanfarnum 50 árum að ólympíuleikar hafa staðist fjárhagsáætlun, hvorki vetrar né sumarólympíuleikar. Meðaltalið 150% framúrkeyrsla og það mjög svipaða sögu að segja af heimsmeistaramótum. En þetta svo skemmtilegt og í Montreal stendur þetta ennþá. Þetta var ofboðslega skemmtilegt mót og heimamenn voru mjög stoltir að því að halda heimsmeistaramót. Þannig að það sem gerur okkur erfitt fyrir þegar við erum að velta því fyrir okkur borga þetta sig eða ekki, það að við getum annarkvort hugsað þetta kalt, eins og gert í skýrslunni sem við gáum út í dag og heitir Fjármál HM 2018, eða við getum tekið eitthvað til þess hversu gaman það hvaða áhrif þetta hefur á þjóðarsáluna og svo framvegis. Það fylgir reyndar sögunni að Kanadamenn og íbúar Montreal eru bara nýbúnir að borga af lánum þessa móts, núna einhverjum 40 árum síðar, en þetta var ofsalega skemmtilegt, svo ég endurteki það. Nú hvernig þetta réttlætt fyrir heimamönnum? Það þannig þegar stórmót í íþróttum eru haldin, hvort sem eru ólympíuleikar eða til dæmis heimsmeistaramót, að framboðið bara þetta eina mót. Eftirspurnin hins vegar talsvert meiri. Það eru margir sem vilja halda mót, og þeir vilja ekki bara halda þau, þeir vilja endilega fá að halda þetta tiltekna mót. Og til þess að fá það, þá gera þeir ansi mikið. Þeir réttlæta síðan fyrir heimamönnum að kostnaðurinn og útgjöldin borgi sig vegna þess að fjöldi ferðamanna heimsæki landið, landið verði eða borgin fyrir augum almennings í heiminum nokkurn veginn í 3 eða 4 eða 5 vikur eða hvað það og að með því að setja á fót flott heimsmeistaramót eða ólympíuleika séu þau skilaboð send út í alheiminn að það sé í lagi að eiga viðskipti við komandi land. Við í Brasilíu erum hér búin að halda heimsmeistaramót og ólympíuleika sem voru stórskemmtilegir og allt gekk upp. Af hverju kemur þú ekki og opnar fyrirtæki í Brasilíu? Ef við heimfærum þetta aðeins yfir á heimsmeistaramót og færum okkur aftur til 1998, mun eftir heimsmeistaramótinu 98 í Frakklandi. Kannski bara vegna þess að hvað aldrei ég var, en mér finnst að það svona eitt af mínum uppáhaldsmótum og ég var svo heppinn að vera þarna bara í næsta húsi þegar að Frakkar urðu heimsmeistarar. Og maður sá það bara, það var ekki bara einhverja tölur og blaði, maður sá bara hvaða áhrif það hafði, bæði á Frakkana að hýsa mótið en líka að verða heimsmeistari og það á heimavelli. Þetta var ofsalega skemmtilegt mót en þetta kostaði líka sitt og ef við lítum á mjög einfalda útgáfu af bókhaldinu, að þá sjáum við hér að FIFA, Alþjóðaknattspyrnusambandið, fékk einhverja 36 milljarða í tekjur af þessu móti og Frakkanir borguðu svona að hámarki 200 milljarða getum við sagt fyrir alla framkvæmdir og fyrir að hýsa þetta mót. Ástæðan fyrir ég setja þetta upp svona, ástæðan fyrir ég ekki með debit og kredit eða það að tekjur og gjöld hjá báðum aðilum að einfalda útgáfana því að útskýra hver borgar og hver græðir svo að FIFA græðir og heimamenn borga. Það þannig að FIFA vegna þessarar yfirburða samningsstöðu sem ég nefndi áðan, þar sem að þeir í rauninni hafa ekkert sérstaka tilefni til þess að vera að bjóða gestkjónum eitt eða neitt. Þeir segja bara, við ætlum að taka allar tekjur af allri markaðssetningu, alla miðasölu, allar tekjur af sjónvarpstekjum. Það ekkert annað sem þú fær tekjur af við að halda heimsmeistaramót og FIFA tekur það allt og þeir ætla að fá að gera þetta skattfrjálst.
þetta bara díllinn. Þú ætlar að fá að halda heimsmeistaramót, Frakkar ætla að gera það, þið þurfið þá að uppfylla einhverjar ákveðna tekjur, ákveðna kröfur og borgi fyrir það. Auðvitað tekur FIFA einhverju leyti smá þátt, en svona þetta að mestu leyti. Og hver fær að halda heimsmeistaramót sem uppfyllir bara kröfunar sem eru gerðar? Það gerir það enginn, þannig að allir bjóða ennþá betur. Og þá endar þetta svona að þetta kostar heilmikið. Hvernig þetta síðan rökstutt fyrir heimamönnum? Nákvæmlega eins og ég nefndi áðan varðandi Ólympíuleika. Að það litið á þannig að þessi fjárfesting sem farið í fótbolta infrastruktúru, við getum kallað það, fótboltavellir og aðstæði fyrir íþróttamenn og allt það, flugvellir, hraðbrautir, lestarkerfi, hvað þetta heitir allt saman, að það borgi sig til lengri tíma. Ef við spólum nú áfram 20 ár og spyrjum okkur sömu spurningu, hvernig réttlætum við þetta fyrir heimamönnum? Við vitum alveg hvað við gerst á síðustu 20 árum. Mótin hafa þanist út. Díllinn ennþá svo sami. Heimamenn borga, FIFA tekur tekjurnar. Og þá lítur þetta út svona í Rússlandi núna í ár. Tekjurnar eru ennþá að fara til FIFA, þær eru bara miklu meiri. Kostnaðurinn borin af gestkjónum, hann bara miklu meiri. 1200 milljarðar króna. Það umtalsvert meira heldur en íslenska ríkið ætlar að eyða í ár. Í allt. Og það bara ansi mikið. Geturðu haldið sama rökstuðningi áfram? Í lagi að þú berir allan þennan gríðarlega mikla kostnað og FIFA taki allan hagnaðinn vegna þess að þetta mun allt borga sig að lokum? Það sem gerur okkur svolítið erfitt fyrir að svara þessari spurningu að ávinningurinn auðvitað svolítið óviss og það erfitt að mæla hann. Hvernig mælur það í rauninni hvort að það að halda þetta mót hafi haft áhrif á það að eftir 8 ár ákveður eitthvað par að fara í brúðkaupsferð til þessa lands? Það bara mjög erfitt að áætla það. Það sem maður reiknaði með og lagt af stað með í upphafi og nota sem rökstuðningurinn nákvæmlega sama og við erum að sjá til dæmis í Bandaríkjunum núna, að það sagt þetta mun skila hagvexti. En það farið í svo mikla framkvæmdir og það síðan sett samasemmerki á milli þess og gróða. En þá getum við Íslendingar líka sagt, við ætlum að senda hérna bara all út á götu að móka hólur og það mun bara, ætlum að borga öllum laun og það mun auka hagvöxt tímabundi, en það skilar engu til lengri tíma. Þannig að það nauðsynlegt að segja þá að þessar framkvæmdir verða þá að skila hagnaði til lengri tíma og þá spyr maður sig, af hverju var ekki löngu búið að fara í þetta ef að þessar framkvæmdir skila augljóslega hagnaði. En þessar tekjur sem renna allar til FIFA eða langmestu leyti til FIFA, þær skipta öllu máli varðandi fótboltann í heiminum. Vegna þess að FIFA fær ekkert enn tekjur annar staðar frá. Þeir eru með samning við EA Sports tölvuleik og eitthvað slíkt, en í rauninni skiptir ekkert máli nema HM. Þannig að þarna fær FIFA alla sína peninga til þess að reka þennan alþjóðlega fótbolta, veita styrki hingað og þangað, reka þetta apparat, starfrækja FIFA-safnið í Zürich sem enginn hefur farið í en kostar 2-falt meira á hverju ári í rekstrakostnaði en Þjóðminjasafn Íslands, sem ég skil ekki alveg en samt þannig. Og tekjurnar hafa bara aukist. Svona sjáum við hvernig tekjurnar af heimsmeistaramótunum hafa vaxið ár frá ári. Þar sem hins vegar svolítið sérstakt að sjá að það hefur dregið úr þessum tekjuvexti sem ekki alveg kannski á pari við það sem maður hefði haldið. Man finnst eins og þetta sé að stækka svo rosalega hratt að tekjurnar hljóta að vera að vaxa enn hraðar. Ástæðan fyrir því að það svona mikill munur á 98 og 2002 það að árið 1990 eða fyrir HM á Ítalíu, besta mót bara allra tíma eða ekki, eða einhver sammála mér í því? Já, allavega eitt sammála því. Að þá var samið sjónvarpsréttinn fyrir Ítalíu, Bandaríkin og Frakkland í einu og þeir söndu bara af sér. Þannig að þess vegna kemur þetta stökk hérna á milli móta. Hagnaðurinn hefur hins vegar að hverju móti verið tiltölulega svipaður, þannig að þeir leggja aðeins meira á móti og þetta alltaf á verðlagi dagsins í dag og þeir hafa verið að fá eitthvað við 250 milljarða í hreinan hagnað og það áætla 344 milljarða króna í hagnað. Þetta bara miklu meira en við eyðum í heilbrigðiskerfið okkar á hverju ári. Þetta ofboðslega fjárhæðir. Við myndum aðeins sjá á eftir að FIFA ætla sér að eyða þessum peningum síðan aðeins öðruvísi. Vegna þess að það sem hefur verið gert hingað til að stór hluti þessa hagnaðar, auðvitað þarf þetta að vera rekið með hagnaði vegna þess að þetta einu tekjurnar sem þeir fá, þannig að það þarf að láta þessa peningar renna í eitthvað annað. En þeir hafa ekki gert það nema hluta. Vegna þess að þessi hagnaður hefur á miklu leyti bara orðið eftir hjá FIFA, þar sem að þetta hefur hlaðist upp í varasjóði. Það sem að mun breytast núna, nú ný yfirstjórn allavega hluta til tekið við hjá FIFA og hluti af því sem á að gera, að hætta þessari sjóðsöfnun. Það á samt ekkert að ganga á hana ráði, það á bara að láta hana vaksa 1 milljarð fyrir hvert mót. Hins vegar munum við sjá það hér að lokum að ég held að hún muni örugglega rjúka upp árið 2026, en allavega. Í tengslum við þetta hefur auðvitað verið svolítil umræða
hvernig peningum FIFA hefur verið varið. Og núna FIFA, nú verið að rannsaka FIFA, það eru bæði bandarísk og svissnesk yfirvöld, skattayfirvöld sem eru að rannsaka FIFA vegna fjármálamisferla. Það talað og bandarísk yfirvöld segja að spilling hafi verið mjög mikil, það engin stór tíðindi þar, en að mútugreiðslur einar og sér hjá FIFA hafi hugsanlega numið alltaf 15 milljörðum króna. Til viðbótar við það verið að rannsaka Jérôme Valcke og Sepp Blatter sem voru aðalritari og formaður FIFA við síðustu stjórn. Það verið að rannsaka 4 milljarða króna greiðslu til hvors sig sem eru að einhverju leyti óútskýrðar. Þar af 2 milljarða króna starfslokagreiðslu til Valcke. Það verið að rannsaka greiðslur frá FIFA til fyrrum formanns UEFA, Michel Platini, upp á 200 milljarða króna auk þess sem að þeir lögðu einhverju hluta vegna 100 milljónir inn í lífeyrissjóðina sem að skildi svo sem ekki alveg hvers vegna var. Þannig að eitthvað hefur nú lekið út úr þessu sambandi og einhvern veginn hefur verið farið illa með peninga, samt sem áður hafa náð að byggja upp þessa miklu sjóði. Og það vegna þess að hagnaðurinn á heimsmeistaramótinu hefur verið svo mikill. Nú en hvernig ætla þeir að breyta þá útgjöldunum? Og það það sem við sjáum hér, þar sem að vinstra megin eða á gráu súlunum, ljósgráu, sjáum við hvernig verið að verja tekjunum núna. Þetta 4 ára reikningstímabil, eðlilega, vegna þess að það bara HM sem skiptir máli tekjulega séð. Og dökka súlan sýnir okkur hvernig næsta 4 ára tímabil verður. Og þá sjáum við fyrst að FIFA mun leggja minna en áður til HM. Þannig að það ekkert að skána þessi díll á milli gestgjafa og FIFA. En munum verja meira til þess að þeir kalla alþjóðlega uppbyggingu knattspyrnunnar sem eru svona styrkir út í heim og til annarra viðburða, annarra móta sem eru til dæmis mót ungmenna. En líka fylgir þessu að þeir ætla að leggja 60% meira í HM kvenna sem verður á næsta ári í Frakklandi en þeir gerðu árið 2015 í Kanada. Það eru hins vegar engar svakalegar upphæðir. 60% hækkun á kvennamótum samt ekki það mikið vegna þess að tekjulega séð og útgjaldalega séð kvennaknattspyrnan ennþá brot af reikningum FIFA og virðist ekkert skipta á sérstaklega miklu máli. Hér sjáum við verðlaunaféð á þessum 2 síðustu heimsmeistaramótum kvenna og karla samtals þar sem að konurnar fengu 1,5 milljarð meðan karlarnir fengu 36 milljarða. Ef við horfum á útgjöldin og hvað kostar að halda mótin, að þá munu Frakkar eins og ég nefni halda heimsmeistaramótið á næsta ári, kvennamótið, og þeir ætla að verja til þess 0,7% af því sem Rússarnir eru að verja til HM karla í ár. En af hverju þarf að vera svona dýrt að halda heimsmeistaramót? Af hverju þetta svona ofboðslega dýrt? Ég búinn að nefna þetta með kröfurnar og eitt af því eru leikvangarnir. Það eru ofboðslega stranga kröfur gerðar það að það þurfi ákveðið margir að komast í sætin á völlunum og meðan á mótinu stendur. Og það eru í rauninni bara Bandaríkjamennirnir sem náðu einhvern veginn að svindla á þessari reglu og þurfti ekkert að breyta eða bæta við nýjum völlum, notuðu bara þessa háskólavelli sem þegar voru til árið 1994. En það þarf annaðhvort að gera mjög umfangsmiklar breytingar eða að endurbyggja velli og þá getum við tekið sem dæmi þennan. Það væntanlega einhverjir tekið eftir fréttum af þessum velli í Jekaterinburg þar sem að við sjáum sikkoru megin þarna einhverjum svona Mikado-byggingar. Ég bara treysti mér ekki að sitja í þessum stúkum en stúkurnar sem eru sikkoru megin á að taka niður eftir mótið. Það vegna þess að þarna verið að þvinga upp á þessa borg breytingum á vellinu sem var ekki kallað eftir. Árið 2011 var það, 2011 hugsið ykkur, voru 9 milljarðar settir í þennan völl til þess að endurbæta hann fyrir klúbbinn sem leikur hérna, FC Ural. Vegna þess að það þótti ekki nóg fyrir HM, það uppfylla ekki alla kröfur sem voru þar, þurfti aftur núna að setja 22 milljarða í þennan völl. En það engin þörf fyrir það vegna þess að það verið að fjölga sætum gríðarlega en hann var hálftómur að meðaltali fyrir þessar breytingar. En þarna svolítið merkurinn málsins. Leikvellinir eru allt of stórir, leikvangarnir. Þeir eru bara ekki í neinu samræmi við þörfina sem í Rússlandi og þetta svolítið sagan. Eins og ég nefndi í upphafi, það eru bara settar einhver ákveðna lágmarkskröfur af FIFA og þær kröfur taka ekkert mið af því hvort það sé hreinlega þörf á þessum infrastruktúrum í þessari borg. Það miðað við HM. Það miðað við þann áhorfendafjölda sem FIFA vill sjá á vellina. Það hugsað þá afkastagetu sem samgöngukerfi þarf að hafa á meðan á mótinu stendur. Og hér sjáum við á þessari mynd leikvangana sem verður leikið á í deildarkeppni sem einhver félagslið munu taka við og hlutfall áhorfendafjöldans á síðasta tímabili miðað við sætafjöldan sem verður að loknu móti. En 3 vellinir í Jekaterinburg,
Saransk og í Kaliningrad, þeir verða allir minnkaðir að loknu móti. Það engin þörf fyrir þetta. Meðal áhorfendafjöldi á leiki í rússnesku úrvalsdeildinni eru 13.000 manns og það verður ekki leiki á nema helmingi vallarna í úrvalsdeildinni. Þetta eru neðri deilda vellir og síðan 2 í þjóðleikvangurinn í Moskvu og svo í Sochi sem verður ekki leikið á félagsliða bolti reglulega. Vegna þessa hins vegar hafa Rússar, þeir hafa komið auga á þetta, vegna þess að það oft talað hvíta fíla sem eru gríðarleg mannvirki sem hafa verið reist, ekki not fyrir og kostar gríðarlega mikið að halda við. Og þeir hafa séð það sem gerist í Brasilíu og þeir hafa séð það sem gerist í Portúgal og víðar. Og þess vegna ætla rússnesk yfirvöld að leggja 20 milljarða króna eingöngu í það að halda þessum völlum opnum. Vegna þess að það hreinlega ekki þörf fyrir það. Það verið að byggja byggingu sem ekki þörf fyrir. Nú vona ég að rússneski sendiherrann æði ekki hérna inn alveg brjálæður. En hér sjáum við í rauninni sömu mynd þar sem við sjáum leikvangana, liðin sem spilaðar, meðal áhorfendafjölda á síðasta tímabili, svona eins og við fundum, og sætafjöldan sem verður á HM. Og við sjáum það ekki þörf í rússneskum fótbolta fyrir þetta. Hins vegar þetta plani hjá rússneskum yfirvöldum að bara gera eins og Kevin Costner, sko, að if you build it, they will come. Sko. Eins og gert verið í norska boltanum öðrum stöðum, að þú byggir stóran völl og vonandi mæta þá bara fleiri á völlin. Skulum bara sjá hvernig það gengur vegna þess að eins og staðinni núna listans og skautum vinsælli íþrótt heldur en fótbolti. Þannig að við sjáum hvernig það fer. Það verður ekki gaman á þessum leikvöngum þegar þeir líta svona út. Það sem að rauðu svæðin og áhorfendur, restin tóm. Ég held að þetta verði tiltölulega dapurt þrátt fyrir þessa 20 milljarða sem að ríkið ætlar að leggja í það að halda völlunum opnum. Nú það sömu sögu að segja í Brasilíu, í rauninni ennþá meira. Munið eftir þessum velli til dæmis í Amazon, þar sem að spilar enginn fótbolta og það ekkert almennilegt félagslið, samt var reistur gríðarlega stór völlur. Eitt gott dæmi hvernig farið hefur, ef við kannski byrjum samt á Maracana. Munið eftir Maracana-vellinum, þetta bara sögufrægur leikvangur, bara eins og Nou Camp og Wembley, þetta eitthvað sem allir knattspyrnumenn þekkja. Hann bara nýtekinn aftur í notkun, bara núna tiltölulega nýlega. Hann sat bara einn og yfirgefinn í langan tíma á loknum Ólympíuleikunum. Það var allt í einu voru 7.000 sæti horfin úr leikvangnum, það var tekin upp klámmynd í stúkunum miðjan dag og enginn tók eftir neinu. Þetta þjóðarleikvangur, stóri leikvangurinn í Brasilíu og enginn hefur viljað nota hann. En leikvangurinn í höfuðborginni sjálfur í Brasilíuborg, stórglæsilegur, hann eiginlega mjög sorglegri saga vegna þess að nú uppgjörið að einhverju leyti búið þar sem að fasteignayfirvöld í Brasilíu bara búin að segja að þetta voru mistök. Bara búin að segja það hreint og klárt. Og það ekki oft sem það gerist að loknu heimsmeistaramóti, að yfirvöld segja að þetta voru mistök. Þeir segja að þetta voru mistök, þeir reikna með því að þeir muni ekki geta fengið nema 12% af því sem kostaði að byggja þetta á næstu 100 árum af vellinum. Og þess vegna hafa þeir, vegna þess að það engin notkun á þessum velli, þá hafa þeir leigt aðilum þennan völl, sömu og reka til dæmis völlin hjá Ajax, og þar verða haldin tónleikar og eitthvað slíkt. Fótboltavöllur sem var byggður þar sem enginn þörf var fyrir fótboltavöll, því miður. Þetta var 200% framúrkeyrsla, 30 milljarðar króna sem að kostaði að byggja þetta. Þar af 2,8 milljarðar sem að Ríkisendurskoðun Brasilíu rak til þess að að stáli hafi verið sóað. Þetta sóun á stáli upp á 2,8 milljarða. Hugsið ykkur hvað þetta að gera í fótbolta fyrir 2,8 milljarða. Hvað geti FH gert fyrir 2,8 milljarða? Það væri hægt að gera eitthvað fyrir þessa peninga. 230 milljónir króna voru greittar vegna þess að það var borgað oftar en einu sinni fyrir sama hlutin. Þetta þetta ofsalega sérstakt. Ferðamálastjóri borgarinnar hefur sagt þetta fíll en hann ekki hvítur, hann litríkur. Sem að ekkert eitthvað miklu betra en hvítur fíll, þetta samt alveg fíll og fyrir þeim þarna í borginni. Rússar komnir langt fram úr fjárhagsárinu. Þeir að byggja þessa velli og komnir langt fram úr. Þetta hins vegar ekki sagan, svona opinbera sagan og það sem maður sér víðast hvar, vegna þess að yfirleitt kostnaður við vellina gefin upp í dollarum og það ekki leiðrétt fyrir því að rúblan hefur fallið helming frá því upphafleg kostnaðaráætlun var gerð. Ekki frekar en að það hefði róað okkur eitthvað eða huggað Íslendinga að heyra að Harpa væri ekki komin nema miklu minna fram úr en við héldum öll í dollarum. Við að fara að borga fyrir þetta í krónum, við að fara að borga fyrir þessa velli í rúblum. Þannig að Rússarnir akkurat á sama stað og Ólympíuleikar hingað til, þess vegna nefndi þau upphafi, 150% komnir fram úr fjárhagsáætlun við byggingu vallana. En samt sem áður virðist Rússum bara vera nokk sama.
Þetta könnun sem gerð af Associated Press árið 2014 vegna vetrarólympíuleikanna í Sochi og heimsmeistaramótsins 2018. Þar sem við sjáum að þrátt fyrir neikvæða umræðu heimsmeistaramót, þrátt fyrir allan þennan kostnað, þrátt fyrir gríðarlega slæma efnahagslegar aðstæður í Rússlandi, eru rússneskir íbúar mjög jákvæðir í garð bæði ólympíuleikanna og heimsmeistaramótsins. Og neðst sjáum við að knattspyrnu áhuga fólki sérstaklega jákvætt. Og það áhugavert að sjá að sérstaklega skoðað hvaða áhrif myndi þetta hafa á ímynd landsins og hver verða efnahagsleg áhrif. En hvers vegna vill fólk vilja þjóðir hýsa mót og hverjir eru það sem hýsa mót? Já, auðvitað þetta miklu leyti og við sjáum það nánast með öll stórmót að lönd sem ætla svona tilkynna sig tilbúin til leiks vilja halda mót. Þau ætla eins og ég nefndi í upphafi að sýna að þeim sé treystandi og þau séu komin á stóra sviðið. Hins vegar það þannig að langmestu leyti hafa þau lönd sem haldið hafa stórmót í íþróttum. Hér eru Evrópumót og heimsmeistaramót, sumar- og vetrarólympíuleikar frá 1990 og þá sjáum við að öll lönd hafa verið fyrir ofan meðaltalið í því sem kallað Human Development Index hjá Sameinuðu þjóðunum sem svona mælikvarði á hversu þróað viðkomandi land Öll löndin hafa verið tiltölulega langt fyrir meðaltal þróaðra ríkja. Nema Suður-Afríka og Kína sem héldu þarna ólympíuleika og heimsmeistaramót, en ýmislegt hefur auðvitað gerst síðan. Og þá sjáum við til dæmis á Kínverjunum ef við lítum á hver vöxtur hefur verið í landsframleiðslu á mann að meðaltali á hverju ári frá því þau hýstu mótið og þar til árið 2016, þá hefur við séð að það hefur verið hóflegur hagvöxtur í nær öllum þessum löndum nema í Kína. Það sem líka áhugavert að sjá ef við skiptum í tvennt þeim löndum sem eru núna þátttökuþjóðir á HM. Og við sjáum annars vegar þær 16 þjóðir sem eru ofar á heimslistanum og þær 16 þjóðir sem eru neðar á heimslistanum. Við erum næst efsta liðið í neðri flokknum. Og þá svolítið áhugavert að sjá að þær þátttökuþjóðir HM sem eru ofar á heimslistanum eru með 31% hærri landsframleiðslu en hinar og 17% hærri landsframleiðslu við leiðir þetta fyrir kaupmætti. Sem þýðir ríkari þjóðir eru betri í fótbolta. Það kannski of mikil einföldun en það það sem hefur verið að gerast. Hins vegar hafa neðri þjóðirnar vaxið töluvert hraðar en hinar síðustu 10 ár. Það nú svona smá útúrdúr. Sama þetta, hefur HM áhrif á markaði. Við vitum það að þegar að viðkomandi land að spila á HM að þá fækkar viðskiptum í kauphöll gríðarlega og enn meira ef að skoraði mark í leiknum. En það líka áhugavert að sjá þegar við erum að reyna að meta hver eru efnahagsleg áhrif móta. Auðvitað þarf alltaf að taka þetta með fyrirvara, bæði þetta tiltölulega lítið þýði og kannski yfir hlutabréfamarkaður ekki alltaf segja hvernig gengur á landi, hvað þá bara á einu ári. En ef við lítum á miðgildin, þannig að við erum ekki að taka tillit öfgagildana, þá sjáum við til dæmis á gulusúlunum hvaða áhrif það að hýsa heimsmeistaramót hefur á gestgjafana. Og samkvæmt þessu þá sjáum við að fyrsta mánuðin eftir að flauta af á mótinu hefur hlutabréfavísitala gestgjafana hækkað 1,7% meira en heimsvísitalan. Þeir gera betur en allir aðrir, eða sem sagt meðaltal heimsvísitalun. Ef við hins vegar lítum 12 mánuði eftir mótið að meðtöldum þessum fyrsta mánuði, að þá eru þeir 11,2% undir. Svo ætla ég bara að leyfa ykkur að túlka þetta, hvort það sé hérna eitthvað skemmtilegt svona fyllir í og allir glæðir í upphafi og svo tekur þingan við og menn svona átta sig hvernig þetta allt saman. En þið túlkið það kannski. En færum okkur síðan aftur til heimsmeistaramótsins í Rússlandi og hvaða fjármunir verða í spilinu þar. Nú ef Aron Einar Gunnarsson lyftir bikarnum, heimsmeistarabikarnum hérna í lokin, þá eru 4 milljarðar tæpir þarna í spilinu fyrir KSÍ. Hins vegar auðvitað taka leikmennir einhvern hluta því og því miður og einhverju hluta vegna þá hefur KSÍ ekki gefið það upp hverju þessar kaupaukagreiðslur verða. Það hefur verið gefið upp einhver staðar og einhver staðar hafa fjölmiðlar lekið þessu eða svona talið sig hafa réttar upplýsingar og ef eitthvað að marka erlenda fjölmiðla þá unnu Þjóðverjar sér inn 37 milljónir hver fyrir það að vinna HM í Brasilíu síðasta mót. Núna reiknað með að Spánverjar, Brasilíumenn, báðir kannski tiltölulega líklegir og Ástralir muni vinna sér inn 100 milljónir króna hver eða þeir vinna mótið. Og hérna það er ekki af hverju Ástralir voru að hafa fyrir því, en svo talað að Belgar fái 74 milljónir hver, Frakkar 61 milljón, Þjóðverjar 43 og Englendingar 30 milljónir. Þetta eru umtalsverðir fjármunir í spilinu þarna í boði fyrir leikmennina, þannig að verðlaunafé rennur alveg klárlega ekki allt til sambandana. Nú hvernig þessu verðlaunafé síðan skipt hefur breyst svolítið. Hér erum við með þetta bara á verðlagi 2018
Og við sjáum, ég ætla að beina athygli eitthvað sérstaklega að árunum 2006 og 2018. Takið eftir því hvernig búið að breyta því hversu miklu máli úrslitaleikurinn skiptir í krónutölum. Þannig að gráa svæðið sem þið sjáu tiltölulega stórt árið 2016, það hversu mikið þú vinnur þér inn með að komast í undanúrslitaleikinn. Ljósgráa súlan sem efst hins vegar verðlaunin sem þú færð, peningur sem þú færð fyrir að vinna sjálfan úrslitaleikinn. Og einhver breyting var þarna gerð á milli 2006 og 2010 í þá áttuna að gera úrslitaleikinn að verðmætari leik. Hins vegar, þessi peningur sem fæst þarna í úrslitaleiknum, ef við tökum til dæmis dæmið Þjóðverja, þá mun þriðjungur af verðlaunafé úrslitaleiksins renna beint í vasa leikmannanna, þýsku leikmannanna. Nú FIFA ekki bara að greiða verðlaunafé heldur aðrar greiðslur til viðbótar og hér sjáum við tvo flokka bætast inn tiltölulega nýlega. Það annars vegar ákveðin svona tryggingasjóður sem notaður til að greiða félagslegum þeirra liða sem eiga meiddan leikmann eða leikmenn sem meiðast á meðan á mótinu stendur. Munum hvernig þetta var svolítið á sínum tíma varðandi landsleiki, það var svona verið að kvarta og kæra hér og þar og reyna að sækja peninga þegar einhver meiddist á landsliðsverkefnum, nú komið sjóður sem borgar þetta. Til viðbótar síðan greiðslur til félagsliða þeirra leikmanna sem fara á mótið. Og nú Valsarar og Víkingar auðvitað fengu til liðs við sig Kára Árnason og Birkir Má og Fótbolti.net var einmitt að skrifa skemmtilega frétt það að Valsmenn muni til dæmis fá úr þessum potti 13,5 milljón króna fyrir Birkir Má og Víkingar 9,5 milljón fyrir Kára. Nú en hvað næst? Og það núna 13. júní, þá verður kosið eftir breyttu fyrirkomulagi það hvar heimsmeistaramótið 2026 verður. Og í stað þess að ákveðin valnefnd velji þá munu allar þátttökuþjóðir velja. Það valið á milli Marokkó og sameiginlegar umsóknar Kanada, Mexíkó og Bandaríkjanna. Þrátt fyrir að núna sé búið að búa til sundurliðað matsblað þar sem að talaður að hvað 3% af valinu, þetta í rauninni mat sem að FIFA síðan gerir sjálft og hefur svona til hliðsjónar, að 3% sé aðstæða fyrir áhorfendur, þessi svokölluðu fanzone, 6% sé aðstæða fyrir leikmenn og dómara, þá vitum við að sjálfsögðu að það ekki valið út frá þessu. Það ennþá mikil, það töluvert stóra blokkir þarna, það til dæmis reiknað með því að allar Afríkuþjóðirnar 54 muni styðja Marokkó. En Bandaríkjamenn voru að tefla fram gríðarlega stóru trompi sem mun vega enn þyngra núna fyrir FIFA en það gerði fyrir örfáum dögum, vegna þess að eins og þið heyrðuð þá var þarna einhver staðar frá sem enginn veit, að tala hugsanlega frá Sádi-Arabíu, hafi komið þarna einhverju 25 milljarðar, voru ekki 2500 milljarðar króna segi ég, 25 milljarðar dollara, fyrir það að FIFA setji á fót sína eigin breytingu á þjóðadeild og síðan á félagslega deild. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA sem auðvitað heldur utan bæði meistaradeildina og Evrópudeildina virðist hafa kæft þessa hugmynd svolítið, en FIFA snýst á ofboðslega miklu leyti peninga ennþá. Og þess vegna vegum mjög þungt að formaður knattspyrnusambands Bandaríkjanna fullyrti það, nánast lofaði því, að ef heimsmeistaramótið verður næst eða 2026 haldið í Ameríku, Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó muni FIFA hagnast, taka út í hagnaði 1100 milljarða króna sem svipuð upphæð og síðustu 4 heimsmeistaramótaverðlauna í dagsins í dag. Þannig að núna sjáum við hvort vegur þyngra. Lobbyismin sem hlýtur að fara af stað innan FIFA það að reyna að fá mótið vesturumhaf eða blokkamyndunin sem að einhverju leyti virðist vera að hallast til Marokkó. Þetta það sem við erum að sjá gerast næst. Ég vil síðan benda ykkur á það að hér á borðinu aftan við ykkur þessi nýútkomna skýrsla okkar þar sem að mun ítalegri og fleiri upplýsingar að finna. En nú langaði mig að biðja þá Hermann Hreiðarsson og Guðmund Benediktsson að kíkja hérna upp á svið til mín og við ætlum aðeins að ræða kannski hvaða þýðingu þetta hefur og hvað við sjáum gerast á næstunni. Byrjum aðeins á íslenska boltanum. Við vitum að einhverjir íslenski leikmenn fengu flott félagsskipti og samninga að loknu Evrópumótinu. HM svolítið stærra, það eru svolítið fleiri að horfa. Hvaða máli skiptir það að íslensku leikmennir séu vinsælasta aukalið allra í heiminum núna á HM? Ekki bara fyrir leikmenn heldur fyrir íslenska klúbba, umboðsmenn og aðra líka. Þetta náttúrulega alltaf pinnakulið fyrir alla og besti glugginn. Þannig að
En eins og staðan í dag, það eru svona agalega njósnanet komin í alla klúbba, þannig að þeir vita nánast af hverjum og einum einasta leikmanni, hvort sem hann spila á Íslandi eða erlendis, en auðvitað ert að testa þér þarna á risasviði og þú getur náttúrulega fyrir utan það, þá getur þú skrifað sögubækurnar. Já, já. Þannig að það er markaðsvirði því fyrir risaklúbba og þannig að þetta hjálpar allt til að standa sig þarna. Eru íslensku strákarnir, það er einn númer 4 sem að margir verða að horfa á í sumar? Já, ég hef eftir að horfa aðeins á hann, líklega. En já, ég held þessi alveg rétt samt að þetta skiptir gríðarlegu máli fyrir leikmennina að vera hluti af hóp sem er að fara á HM, því að það er bara með leikmenn í knattspyrnu eins og í öllu öðru að metnaðurinn er mikill að ná eins langt eins og möguleiki er og þetta hjálpar klárlega ef þú getur sýnt það sem þú getur á stærsta sviði heims sem að HM í fótbolta er og það er bara, við erum með leikmenn í hópnum sem eiga stutt eftir að samning, sem eru að renna út af samning og þetta getur allt haft áhrif og eins og samt Hemmi sagði að það er bara komið þannig net í gang í heiminum að það er vitað allt alla leikmenn þannig séð, þá skiptir það máli samt sem áður, hvort þú getur gert á risasviðinu. Já, og ef þú sýnir það þar, þá efast enginn það að þú getur gert það nánast hvað sem er. Erum við ennþá að sjá Salif Dia og Elhas Diouf hérna og svona einstaka leikmenn sem slá í gegn á HM og eru allt í einu komnir í risalið? Enginn vissi að þeim fyrir mótið er orðnir risanum, eða er það bara ekki til lengur? Ég held að það sé miklu erfiðara núna, heldur en það var á sínum tíma þegar við sáum það, var það ekki eftir í Japan og Kóreu sem að þeir koma fram og fara í Liverpool og þess áttar. Það er miklu erfiðara núna og við sáum það kannski kristallast eftir EM, síðasta þegar við vorum á EM. Þar voru margir Íslendingar með draumum það að við verum að fara að eignast leikmenn í risaliðunum en það er ekkert að fara að gerast. Það gerist ekki með því að standa þig vel í einum leik en það getur hjálpað til hins vegar. Ef að liðið er búið að vera að fylgjast með leikmanninum og vill kannski sjá bara svona staðfestingu á því að hann geti gert það á stóra sviðinu, þá getur það klárlega hjálpað. En það er ekki að fara að gerast 1, 2 og 3 með að skora 3 í einum leik einhvers staðar á HM. Haldið þetta hafi áhrif á klúbbana? Á svona viðhorf alþjóðlegs fótbolta til íslenska leikmanna sem eru jafnvel hérna heima, bara ungmenna hér. Menn séu kannski frekar til í að taka sénsinn á ungu leikmanni í Breiðabliki eða Fylki og koma nú bara beint út í stóran klúbb, borga þá meiri peninga að þetta eru stærri klúbbar beint til íslenskra félagsliða. Já, það er alveg klárt. Ég meina árangurinn þarna og þetta hefur sýnt það hversu öflugir við erum sem lið og leikmenn sem spila út alla Evrópu. Þetta er fyrst og fremst það sem við erum þekktir fyrir, að við erum með frábæran haus, við klárar í allt og það er ekkert vesen á okkur, tilbúin að leggja allt á okkur til að ná sem lengst. Þannig að það er þá minni séns að taka leikmann frá Íslandi heldur en Grikklandi eða austan tjalds, þannig að það er auðvitað, en hvort þeir fara að borga eitthvað mikið herra, valdið er bara það mikið hjá stærri klúbbunum. Það vilja allir komast á toppinn og það verður bara að segja já við því, hvort sem það er nógu mikill peningur eða ekki. Ég held samt líka, það er ennþá þannig að það eru minni liðin sem eru að leita að leikmönnum hérna á Íslandi og það hefur klárlega aukist líka því að maður finnur það bara sjálfur. Það eru liðið erlendi sem eru að hafa samband og ekki bara fjölmiðlar heldur liðið líka og eru að koma og langar að vita hvernig á að skoða og þess áttar og þetta hefur bara aukist undanfarin ár og það er einmitt bara árangurinn á EM í raun og veru sem að bjóð það til og það er ekki bara held ég áhuginn hefur aukist, held ég líka bara íslenskir íþróttamenn, bara ungir íþróttamenn á Íslandi, hafa bara séð það í undanfarin ára að við getum í raun og veru gert allt. Einhvern veginn, það er hugafæri eins og Hemmi kom inn á, það er bara þannig að við höfum eitthvað svona, það er eitthvað íslenskt við það. Ég hef nú einhvers staðar sagt að búa á eyju í fyrsta lagi þekkir það nú, það er nú stór skrítið fólk sem kemur á eyju. Það er ekki lítill eyju fyrir utan aðra eyju. En það er sko, ég tekið bara svona dæmi með íþróttamenn í öðrum löndum, bara á meginlandinu í Evrópu, að þar getur orðið atvinnumaður í knattspyrnu og nánast atvinnumaður í hvaða grein sem er og búið bara ennþá í foreldrahúsum. Hér þarftu að vera með svona ekstra, af því að
það sem þarf að gerast að einhver taki eftir þér og taki af þessari eyju og fari með það á einhvern stað þar sem hún getur bara lifa við það og búið við það að vera atvinnumaður í íþróttinni. Og þess vegna þarftu að hafa ákveðið ekstra hér og þess vegna held ég einmitt hugafæri okkar þannig að við ætlum okkur hluti og til þess að ætla sér hluti og komast í einhverja alvöru sem að okkur dreymir öllum, líklega sem ungt fólk að verða atvinnumaður í þessu og hinnu, þá þarftu að leggja ekstra á þig og hafa ekstra gott hugafar og við höfum það. Og ég að sjá það núna bara hjá yngra fólki að það farið að trúa og mín trú að við munum sjá í öllum íþróttagreinum á næstu 10 árum að við fáum framúrskarandi íþróttafólk. Kannski íþróttagreinum sem við höfum ekki séð áður heldur. Það sem að við erum að sjá þetta í golfinu núna með stelpurnar okkar í golfinu og þær eru líka að hafa áhrif eins og landsliðin okkar bæði í karla og kvenna og við höfum alltaf haft handboltalandslið, karvan að fara á lokamót og þetta, ég alveg sannfærður það að þetta muni hjálpa okkar íþróttafólki í nánustu framtíð. Ef við færum okkur örlítið yfir í HM núna og fjármálin. Við töluðum aðeins saman í gær, Hermann, og þú einmitt sagðir, hvað þeir að spá? Já, hver myndi vilja halda þetta? Já, hver myndi vilja halda þetta? En hvaða áhrif hefur það fyrir íbúa eða leikmenn í landi að fá HM? Þú varst nú einu sinni spilandi þarna þegar það var búið að forsvarsmenn Crystal Palace fóru og náðu í eitt klikkað hann til Vestmannaeyja á sínum tíma og svo fórst aðeins á villi og endaðir í Tjaldón. Og þar þekktur leikmenn sem fengu HM heim til sín. Já, það var sérst Mark Fish og Sean Bartlett, báðir frá Suður Afríku. Og það var verið að sérst fara að úthluta þessu HM 2010. Og þetta hvað er þetta, 2003 eða 2004, því úthlutað. Og ég get svarið að ég var með þeim þegar þetta var, þeir komu og fóru upp í Covent Garden og fórum á Springbok bar, eða Bok bar, þannig að það hefði verið í Covent Garden, mæli með því. og svo þegar þetta var tilkynnt, ég get svarið, ég held þeir hefðu orðið heimsmeistarar. Þetta var það mikilvægt fyrir að fá þetta og verandi með þeim, ég þóttist náttúrulega bara að vera frá Suður Afríku. Ég var að vinna í keppnina. En þetta þýddi það, þetta var náttúrulega fyrsta Afríkuþjóðin sem fekk keppnina og þetta var svona, Afríka er komin á kortið. Og það var ekkert verið að pæla í restin, það var bara þessi eufóría sem bara allir, og spennan í framhald af því sem að bara tundraðist Afríku og sérstaklega náttúrulega Suður Afríku. En svo kom mótið sjálft og þá náttúrulega bara þessi upplifun og minningarnar allar og Vuvuzela út í eitt. Já, þetta misheppnaðasta tæki í heiminum, bara læti og ekkert fjör. En besta lagið samt, Waka Waka. Það er klárt. En þannig að þeir svona í heildina, kannski þessi 3 skref, eða tímabil, þessi tilhlökkun og öll spenna og svo mótið sjálft bara upplifunin og svo þau afturmath, þegar hvað gerir síðan. Ég held að þú getur sambandi við Fish og hann segir eina sem þetta svona jákvæðasta við þetta, fyrst og fremst, það er hraðlestin milli Jóhannesarborgar og Cape Town, 1200 kilometrar. Þannig að við fengum það allavega. Það eru að sjálfsögðu svona fyrir poverty og svona þennan fátæka almenna borgara, þá þessi bara að geta lokað augunum bara minningi sjálf. En allt hitt eiginlega algjört disaster. Bara, þetta skilaði sér ekkert niður í uppbyggingu eða á einn eða neinn hátt, en Suður Afríka hefur verið farið aftur ef eitthvað fótboltalega. Þannig en þegar spurning kemur, myndu þið gera þetta aftur? Allan tíman. Þannig að það er hægt að taka þessa umræðu, hún hefur engin áhrif á mótið hvað er gaman að fá. Já, en þetta er samt, það er ekki hægt að mæla allt í peningum, þeir fá svo mikið annað. Skilur, og bara að taka þátt í þessu, þetta er bara stærsta íþróttaviðburður í heiminum. En svo það sem við ættum kannski aðeins að, sem er svona ósanngjarnt, að því fótbolti er íþrótt fátækamannsins, sérstaklega ef við spila í Englandi, þá eru náttúrulega allir fávitar. Dæmdir fávitar, af því það er ekki spilað í einkaskólanum, það er bara rugby og cricket, gamanlega sport. En er ekki hægt að gera þetta með aðeins meiri skynsemi, bara aðeins. Þetta er bara að vera að taka það svona peningar hú og bara skutla þeim eitthvað.
sem væri hægt að nota á svo mikilvægan hátt í uppbyggingu, eins og þú segir sko, ríkustu þjóðarnar eru bestar í fótbolta. Það er að grassroots system í þessum, það er bara ekki til. Ég er nú í Indlandi núna og ég alveg sagt þér að það er ekkert, það er alltaf til grænt gras bara, hvergi. Þannig að það er hægt að eyða þessum peningu í helvíti skynsamlega hluta, sko. Þú veist, miklu skynsamlega en að byggja eitthvað stadium, svo, þú veist, sem er klár í korter. Við höfum nú samt ekkert að hafa mikið ágjörð af því. Við erum bara að fara á HM og við höfum að njóta þess. Við þurfum ekki að byggja, við munum aldrei náttúrulega halda HM. Það er eitt. Eða einhverja stóra keppni, ef út í það. Það er skynsamlegt að bjóða í það. Já, við getum alveg boðið í það, en ég hef ekki stórar ágjörð af þessu, satt að segja. Ég var nú í Rússlandi á dögunum og þetta er alveg hárrétt það sem eins og farið við vellinn og svona og ég er nú ekkert alveg sannfærður að völlurinn í Volgograd verði tilbúinn þegar við höfum að spila þar en hann svona leit þannig út þegar ég heimsótt hann. En risavöllur þar sem ég held að liðið þar sé í næstefstu deild og þeir ákvaða að nota hann bara núna í vor til þess að spila bikarúrslitaleik bara til þess að prófa að fá fólk á þennan völl og við spilum hérna leiki við Nígeríu held ég leik 2 en geggjað mannvirki eins og öll mannvirkin og þetta verður svakaleg upplifun að koma þarna og ég verð eiginlega að segja það því að það eru margir svona hræddir og ég var það eiginlega sjálfur áður en ég fór til Rússlands. Maður er svona búinn að mála einhverja mynd af Rússum og bara ljósaperurnar og þetta dót það kom mér svakalega óvart hvað allt var í lagi í raun og veru í Rússlandi. Það var bara öll gisting og matur og bara allur ferðamáti var bara upp á 10 og ég gæti ekki kvarta við neinu þar og þess vegna Þetta verður allt í lagi. Þetta verður allt í lagi heldur. Þú verður bara að tekja þér raskat. Það var bara að borga nú. Já, það er reynda þannig, já. En það er samt ótrúlega misjafnt náttúrulega. Þú veist, í Moskvu þú ert bara komin í risaborg þar sem að hlutirnir kosta mikið. En að samaskapi í Volgograd og í Rostov, þar ertu bara komin í allt annað verðlag og það er þægilegt að vera þar, mjög þægilegt fyrir Íslendingi. Er umræðan eins og þessi vegna þess að þetta skiptir knattspyrnu áhugamálin engu máli, áhugamanninn. Þetta skiptir máli kannski hugsanlega fyrir þá sem eru voðalega, sem eru í samtökum skattgreiðenda í Rússlandi, sem eru kannski ekki stór samtök og ég veit ekki hvað, en sko, þetta eru öllur á botninn hvolft fyrir íbúa Rússlands. Nú varstu þarna í Rússlandi. Er ekki bara allir alveg að springa úr spenningi og það er enginn að pæli hvort að sé einhver spilling eða allt sé að þjópa? Það er nefnilega, ég held að það sé bara hárrétt, tölurnar sem þú birtir áðan einmitt með ánægju Rússa með Ólympíuleika og HM ég held að þessu er bara réttar með það fólk sem ég hitti því að Rússar eru ofboðslega stoltir að vera að halda stærstu íþróttakeppni bara í heimi og sem er að sjálfsögðu HM og það voru bara allir að tala um það hvað þá hlakkaði til að fá alla í heimsókn og ég efast ekki það að Rússar munu gera þetta óbúslega vel. Það er bara svona, það lá bara í loftinu að þeir vildu allt fyrir alla gera og enskan ekki merkileg reyndar hjá flestum en mér skildi samt sem áður að allir sem voru ekki orðnir nægilega góðir í ensku, þeir eru á námskeið bara núna í þessum tölu orðum því að það áttu allir bara að fara á námskeið. En þetta leit allt óbúslega vel út og eins og þú segir það voru bara allir óbúslega stoltir að vera gestgjafar á heimsmeistaramóti og maður sér ekki allt að sjálfsögðu í Rússlandi og það er óbúsleg skipting í Rússlandi. Ég held að sé engin millistéttar. Það er bara alvöru ríka fólki og síðan er hitt, ég gerir ráð fyrir að það fólk verið falið á HM en ég held að sé ekkert verið að leiða inn í þau hverfi þegar að HM stendur yfir því að og ég var ekki leiddur inn í þau hverfi og maður var ekki mikið var við að vera í fátækt og maður viti að sé þarna en þetta lítur allavega vel út núna og ég efast ekki þetta líti vel út á HM og það eru svona eins og allir séu sammála um það er bara að gera þetta eins vel eins og möguleikir á. En hvað með ykkar skoðanir á aðstöðu félagsliða vegna þess að þú til dæmis hefði maður spilað þér á Portman Road ég vil allavega til dæmis í úrvalsdeildinni alveg pakkfullur, ekkert rosalega stór, gríðarlega mikið stemning. Hversu miklu máli skiptir það að vera með 50.000 manna völl en það eru 30.000 manns á leiknum eða vera með 17.000 manna völl og það eru 17.000 manns á
á vellinum. Skiptir þetta mál fyrir leikmennina og fyrir upplifuna? Já, sko, þú ert líklega að tala Fylbert? Nei, Pálfrólf. Nei, þessi völlur, hann aðeins outdated, ef maður alveg honest, en þetta alveg old school bara, það kremi allir gummið, þú værir að dreipast inn hjá honum að sitja þarna, sko. Það mjög þröngt þarna, en þetta hrikalega hrátt, en stemmingin náttúrulega alltaf geggjuð og þá vildi maður frekar hafa hann bara eins og hann svona homey og cozy og geðveikan. Og búningsklefarnir rétt í því og það ekkert rosalega smart þarna í heildina en þeir voru klaufar að nýta ekki sín ári í Premiership aðeins, það mátt lappa upp á eitt og eitt atriði. En vellinir sem eru áberandi allt og stórir, þetta það sem við erum að fara að sjá væntanlega gerast í Rússlandi. Þessi félagslið sem eru að taka við nýju völlunum sínum, kannski frá eru taldir Spartak Moskva kannski og Zenit, sem að virðast nú ætla að geta notað þessa velli almennilega. En hinir klúbbarnir sem eru að fara að lenda í þessu brasilíska, þessu portugalska, það bara setið í þriðjungisætana eða minna. Hvernig verður sú upplifun fyrir áhorfendur og leikmenn? Þetta náttúrulega alveg glatað. Það alveg vonlaust, það skapast aldrei andrúmsloft á svona völlum og það bara einhver í piknik þarna og kannski einhver bara, þú veist ekkert hvort þeir séu að horfa á leikinn ekki og þannig að það myndast ekkert andrúmsloft og þú veist, það alveg skott að spila þetta bara á æfingarsvæðinu þannig að tilgangur verður engin með því. Þetta eitthvað sem þið eruð sammála að það þurfa að vera svona margir að leika á meðan á HM stendur? Þú varst í Frakklandi til dæmis með að lýsa mikið, náttúrulega gríðarlegu fjöldi á hverjum einasta leik. Já, og það sem að gerir líka þarna í Rússlandi held ég, þó að það hjálpi þeim ekkert heldur í framtíðinni, að það ekkert auðvelt, fólk allavega lítur á það þannig að það sé ekkert jafn auðvelt að fara til Rússlands eins og var til dæmis að fara til Frakklands. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að veri færri stuðningsmenn frá öllum þjóðum sem að koma til Rússlands og það verði ekkert allir leikir pakkaðir eins og í Frakklandi voru flesti leikir bara nánast uppselt, ef ég man rétt og þannig að það verður svona öðruvísi stemming. Það verður líkara Suður-Kóreu og Japan. Já, ég geti alveg trúað því, en ég alveg sammálað, þú veist, með vellina í framhaldinu að það ekkert leiðilegra heldur en að spila við Fram á Laugardalsvelli, sko. Þú veist, það verður ekkert leiðilegra en það. En það verður skemmtilegra þegar Laugardalsvelli verður orðinn miklu stærri. Já, það verður frábært þá þegar við erum búin að stækka hann og Fram fyrir að spila þar aftur. En það ekkert leiðilegra fyrir íþróttamann heldur en að spila, keppa á tómum velli. En erum við þá ekki sammála því að þú veist, þetta ekki óþarlega stórir vellir? Af hverju verið að byggja alla þessa risavelli? Ekki betra að hafa það bara 25 og kjaft fullan og brjála? Það væri að sjálfsögðu best, en hvað er þetta spá? FIFA þarf að fá sína boðsmiða alla, þannig að þeir þurfa örugglega svona 30 boðsmiða. Virðist vera með við tölunum sem maður sér að þjóðunum fá að kaupa og hvað eru margir miðar eftir. Þá greinilega einhverju 10.000 sem að FIFA virðist þurfa að hafa og þeir þurfa að græða peninga og HM staðurinn þeirra til þess, þannig að það hlýtur að vera aðalástæðan fyrir því að þeir eru heimt á svona stóra velli. Það getur reynda líka orðið tómt, þess að eitt sem ég tók ekki fram hér sem svolítið sorglegt hjá þeim að þeir eru búin að búa til nýjan pakka af styrktaraðilum. Þeir eru gengið illa að safna aðalstyrktaraðilum, svo bjuggu þeir til það sem eru kallað local sponsors, sem eru 20 pláss fyrir styrktaraðila fyrirtæki. Það eru 2 komin og þau eru bæði rússnesk. Þannig að það verða fullt af ég veit ekki, ef að segja að séu einhverjir miðar að fara að losna fyrir Íslendingar rétt fyrir HM. En kannski rétt að lokum bara upplifunin sem að Íslendingar eru að fara í með það að sem fara til Rússlands og mæta á mótið. Auðvitað eru margir að hugsa að þetta er kannski ekki endilega síðasti séns en þetta gæti verið það, að fara á HM. Verður maður að fara út og sjá HM? Ég held að það sé engin spurning. Ég bara samfærum það hvort þetta sé í síðasta skipti, þetta er allavega í fyrsta skipti. Og ég held að mér ekki taka sénsinn á því að fara ekki, því að maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér og þetta er óbúslega þægilegt fyrir mig að sonur minn sé að fara og eitthvað svona og vilji bara fara, en ég myndi aldrei sleppa því að fara á HM með Ísland. Þetta er það sem hann dreymdi sem ungu drengur að spila HM, en maður var bara ekki með leik, maður var bara hemma einhverja gæja með mér og það var ekkert séns að fara á HM þá, þannig að
En núna erum við að sjá hann að draum rætast þó maður sé fyrir utan hann og það ég ætla ekki að missa því og ég myndi hvetja alla sem að hafa möguleika á því að sjálfsögðu að fara. Þetta líka, ég held að sé margir búin að mikla þetta svolítið fyrir sér að fljúga þangað bara ekkert mál í fyrsta lagi og þú veist, ég man ekki hvað það var 3 tíma til Helsingi og klukkutími yfir til Moskvu og innanlands Aeroflot sem að margir þeir bara hræðast að heyra nafnið Aeroflot, þá held ég að sé ekkert flugfélag með nýrri flota heldur en Aeroflot og að fljúga innanlands með þeim í Rússlandi bara minnsta mál í heimi og bara frábært og ekki það mjög dýrt. Heyrðu, ég veit þá ekki að, já, ekki það mjög dýrt, þú veist ekki að tala mótið. Nei, ég ekki að tala flugið þar. Heyrðu, þá held ég að við þurfum bara að fara að segja þessu lokið. Takk kærlega fyrir komuna, þakka ykkur Gummi og Hemmi fyrir að vera með okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.